Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my bucket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21. Nú erum við búin að fara í gegnum manntalið og þeir sem hafa ætlað sér að mæta þeir eru þá væntanlega mættir og við höfum kannski ekki allir mættir, ég veit ekki, en svona, við reynum að láta þetta ekki trufla ykkur. Heldur þú takir ekki fæturna bara niður af stólnum, félagi, og kannski taka upp 1-2 bækur, það lítur mjög vel út svona þegar maður í framhaldsskóla. Já, við reynum að láta þetta ekki trufla okkur mikið. Það alltaf einhverjum svona, en það var verið að draga að sér athygli. Góðu teiknari? Já, það er nefnilega það. Það má verða kannski aðeins. Við skulum reyna að halda áfram. Þau eru saman hérna. Rosalega, það er ég að mjög. Hvað var þetta? Þetta er það? Þetta er nú vægast sagt ansi sérkennilegt. Þessi ungi maður er kannski að sýna okkur hvernig maður á ekki að vera í framhaldsskóla. Þannig ég veit ekki alveg, ég kannski ekki alveg klár með hérna, ég held hérna. Ef þið dokið bara við aðeins róleg, ég held að ég hérna skjótist aðeins og ljósriti hérna ávegis. Það bara verður alveg slög. Þetta er alveg með ólíkindum sko. Einn nemandi, heill hópur í einhverjum bara fokkings messi hérna sko. Þetta er nú bara alveg Afsakið þetta, þetta var svona einhver vesinn á vélinu og svona sko, en við látum það ekki trufla okkur hérna. Ég held ég sé komin hérna með það sem við ætluðum að kíkja á. Þetta er sem sagt æfing úr kafla 3 og ég held að við svona sko reynum þá kannski bara eitthvað að vinna í því sko, eða þú veist það. Sjáu þetta. Hvað skil? Við erum eitthvað drepinn. Hver er drepinn? Nemandi? Inni í skólanum. Nei. Jú. Býtu, og hver er nemandi? Narfi Þorsteinsson. Narfi? Hættið þessari helvítis vitleysu. Farið inn í tíma, þið hafið ekkert meina í höndunum, þið bara segið að hann hafi drepið hann. Þið vitið ekkert. Þó sé eitthvað blóð eitthvað fyrir sem auðvitað getur hann hafa meitt sig. Svona í tíma með ykkur. Jæja. Já, það er spurningar sko hvað maður gerir við þetta lið. Þetta er hrikalegt.